En það komið aðalgestir mínu hér í kvöld. Hún vakti snemma athygli fyrir frábæra hæfileika og var yngsti einleikari einmitt frá tónlistarskólanum. Ég hringdi í hann daginn og ég hafði aldrei talað við hann áður. Tók mig 1 mínútu að sannfærast það að þetta væri líklega einn allra kærkomasti gestur sem ég hefði fengið hingað í sjónvarpssal. Tökum vel á móti Sigrúnu Eðvaldsdóttur. Komdu sæl Sigrún og velkomin. Takk fyrir. Ég var að reyna að segja fólkinu svona þegar ég hringdi í það því ég hafði aldrei talað við þig áður. Að það byrjaði bara tíst í okkur báðum eftir halva mínútu. Já, ég fannst það líka. Þetta var bara svo gaman. Já. Nú, við verum að byrja einhvers staðar og til þess að fara nú örlítið fyrir þá sem ekki kannski vita nákvæmlega þinn glæsta feril til þessa. Þú byrjaði hvernig að spila á fiðlu? Ég byrjaði 5 ára gömul. Af hverju? Það var vegna þess að mamma mín, Já. Erna Másdóttir, hún kennir á fiðlu. Já. Og svo byrjaði systir mín að læra á fiðlu, hún er 4 árum eldri, Sigurlaug, og þá varð ég að vera eins. Og ég fekk það í 5 ára afmælisgjöf að fá að læra á fiðlu. 5 ára, þú vilt meina sem að mamma þín ætlaðist til að þú lærir á fiðlu? Nei, ég var búin að suða í henni og þá sá hún, færði það í afmælisgjöf. Já. Og þú hefur verið ánægð? Já. Strax áhuga á þessu hljóðfæri? Já, þetta var svo gaman. Hverju voru kennari hjá þér framan? Fyrsti kennari minn var, fyrir utan mömmu, Já. var Gía Jóhannsdóttir og hún var alveg yndisleg. Já. Það var svo gaman alltaf hjá okkur. Hver tók svo við þér? Svo þegar ég var 11 ára þá fór ég til Rutar Ingólfsdóttur í tónlistarskólan og svo fór ég til Guðnýjar Guðmundsdóttur. Já, þetta allt góður kennarar. Já. Hvernig var það fyrir unga stelp eins á þig þegar þú ert að byrja með fiðluna? Langaði ekki oft til að hætta þessu? Alla vinkonurnar út að leika. Jú, það var einu sinni tímið, ég held ég að vera svona 9 eða 8 ára, að þá var ég á hljómsveitaræfingum í barnamúsíkskólanum á sama tíma á barnatíminn og þá var alla vinkonurnar að horfa á barnatíman og ég misti alltaf á hann. Og þú varst að velja á milli fiðlunar og barnatíma? Já, ég ætlaði meira að segja, ég var svo vitlaus, ég ætlaði meira að segja við kennarann minn að ég ætlaði að hætta en ég þorði því ekki sem betur fer. Nú, þú ert músíköld svona ung, nú veit ég bara þarf ekki að líta á þig að þá veit ég að þú hefur verið glaðvær ung stelpa og örgla sprelli hellingi í skóla. Jú, oslega læti mér. Já, var það ekki? Jú. Gekk þið vel í skólanum samt í öðrum greinum? Já, það gekk ágætlega svona. En þú fórst í íþróttir? Já, Guðný vinkona mín, við sátum saman alveg frá því við vorum 8 ára gamlar. Já. Ég er svo ægilega montin af henni, hún er svo góð í handbolta. Já. Og hún dró mig einu sinni á handboltaæfingu. Það var alveg æðislega gaman. Hvað gerist það? Þá bara elti ég Guðnýju og þá ég man að við hlupum of mikið og við áttum að skora í mark. Já, skora einhvern veginn bara í mark. Og þetta var mjög gaman, Og komst í liðið? Nei, við mamma komst að því sammenningu en þetta væri ekkert sniðugt fyrir puttana. og ég sætti mig bara við það alveg. En tókstu þátt í því að rekja kennarana til dæmis? Nei, nefnilega, ég var bara dálítið leiðileg í gagnfræðaskóla. Ég var alltaf að snúa út úr svona með einhverjum svona stæla. En ég held að í barnaskólanum þá var ég sú sem að sagði alltaf að það væri teiknibúla. Þú klagaðir? Varstu þá ekki óvissar? Nei. Nei? Ég var svo góð í snjókasti. En hvenær ákvaðstu að verða fiðluleikari svona alvöru? Já, ég held að ég hef ákveðið þegar ég var svona 11 ára, þegar ég fór einmitt í tónlistarskólan. Þá var ég farin að uppgöta það að þetta yrði framtíðarstarfið. Já, og hvað gerir svo? Svo bara var svo mikið að gera, það var alveg brjálega að gera að vera í 2 skólum, Svo bara leið tíminn og svo allt í einu var komin tími til að útskrifast. Nú þykist ég vita að þurfum mikla æfingu á svona hljóðfæri. Jú. Og varst því skotin í strákunum þessum árum eða neitt? Jú, ég var náttúrulega alltaf skotin í einhverjum en það var engin tími. En samt ég veit ekki hvernig ég fór að því að ég æði mig ekki mikið, en samt tókst þetta. Þetta er gífurleg einbeiting. Hefur aldrei hugsað að hætta? Nei, ekki lengur, Samt stundum ég verð
dálítið þreytt á þessu, maður verður þreyttur. En ég hef svo gaman af þessu samt. En þegar þú hefur haft svona lítinn tíma fyrir vinkonur þínar og svona, hefur ekki einangrast? Ég held að, sko, á íslenska mælikvarða, þá hafi ég held að ég hafi einangrast með jafnaldra mína á þeim tíma. En ég held að ég hafi bætt úr því, svona. Já, geta ræktað. Já. Þú ert svona nokkrar persónur, eða ekki? Jú, ég held það. Ég hlustaði á þig spila og þá bara ferð þú í einhvern annan ham. Já. Hvernig gerist það? Segðu mér frá því. Óskup að sjá mig. Svo ertu bara að fíblast í mér og öðrum þess á milli. Já, það er nefnilega svo fínt. Svo ertu grafalvarlegu listamann. Já. Og hvað gerur? Ég bara, sko, það nægir mér að bara, sko, hugsa tónlistina. Já. Þá umtörnast ég algjörlega, held ég. Þú bara ferði í þennan, hvernig gerur þetta? Ég veit ekki hvernig ég gera það. Kendu mér þetta? Nei. Jú, þá geti ég orðið góður trommuleikari eitthvað. Nei, veistu það, ég get nefnilega ekki kent neinum þetta. Nei. Sko. Þú varst að leika einleik með Sinfóníuhljómsveitinni. Já. Og ertu þá einhverja stund fyrir tónleikana? Já. Stóðstu mjög vel þar? Já, takk fyrir. Ég er dálítið svona hjátrúarfull og ég er með svona rútínu sem að ég verð að fara í gegnum og ég verð að vera ein, sko, svona klukkutíma áður. Áhorfendur í Háskólabíó tóku þér mjög vel. Já. Og þú er stemningsmanneskja, þá spilar þú betur. Já. Þegar þeir taka þér vel. Þegar salurinn er svona, ég finn fyrir í salnum hvað allir eru opnir, þá bara örvast ég allan helming. Örlítið frá þessu, en við skulum örlítið fylgja þessum ferliðinum. Þú ert ákveðin 11 ára, semst að verða góður fyrirleikari. Hvert ferðu svo? Já, svo nefnilega útskrifaðist ég 84 og svo fór ég til Ameríku út af því að Guðný hafði lært þar, Guðný Guðmundsdóttir, þannig að þá fórum við þangað stelpunar, flestar, að læra. En þú var 17 ára orðin einleikari? Já, eða svona á einleikarabrautinni. Hvað gerðir þið? Þú hélst áfram námi í Bandaríkjunum? Já, ég lærði í Fíladelfíu í 4 ár í ofsalega góðum skóla. Þar hitti ég manninn minn, hann er bassaleikari. Og ég var hjá æðislegum kennurum og ég vegnuðist fullt af vinum. Það var ofsalega skemmtilegt. Þú varst í Miami? Jú, svo nefnilega, það var algjör tilvíðun. Hérna, það var hringt í mig og ég var beðin að pröfuspila fyrir strengjakvartett sem átti að vera í Miami. Og ég fer í pröfuspili bara ganni, svo var þetta svo gaman og skemmtilegt fólk. Svo bara buðum við mig stöðuna og mér fannst eins og ég yrði að prófa það. Og ég var þarna í 2 ár í Miami. Það var ofsalega skemmtilegt. Svo varst að kenna þarna líka? Jú, ég var að kenna, ég var kennslukona, ég var kölluð Miss Sigrún og ég vildi ekki að neitt vissi hvað ég væri ung, sko. Þannig ég var að rembast við að vera ægilega dömuleg. Hvernig tókst það? Það tókst ágætlega, samt það viss allir náttúrulega. Og krakkarnir sem að ég kendi, ég var með til minns einn hóp sem að, ég var að kenna þeim tónheyrn. Þetta voru svona krakkar sem að voru 15-16 ára og hérna, þeir voru ekkert ægilega alvarlegir í tónlist, svona sko venjulegi krakkar. Og þeir voru alltaf að suði mér, sko, að segðu okkur hvað úr gömul, við vitum að þú ert ekki dæla gömul. En ég vildi aldrei að þið vissu það. Nú, þú er svo einlæg og opin, Sigrún, að ég vildi hafa þig hérna í allt kvöld bara og ég veit að ég myndi fá allt upp úr þér. Örugglega. En ég ætla að byrja á mömmuðinni. Jæja. Hún er mjög sérstök, hún myndi vera eiginlega það sem við köllum original. Bæði í því hvernig hún kemur fram og eins í því hvernig hún spilar. Já, ég myndi bara segja að hún væri mjög heilsteypt og sérstaklega góð manneskja og hreinskilin og jákvæð til allra hluta. Ef maður getur rósa barninu sínu svona mikið. Þetta var vel að skrítin stelpa að fara 3-4 tíma, klukkutíma inn að æfa sig. En nú náttúrulega skilum bara óskum vel, sko. Það sem vegur þyngst hjá henni er að hún hefur svo mikla innsýn í tónlistina og hún hafði það strax frá upphafi. Það þurfti ekki að útskýra svo mikið fyrir henni, laghendingar og annað. Hún hafði þetta svo mikið á tilfinningunni sjálf og vissi nokkurn veginn sjálf hvernig hún vildi spila hlutina. Ég held frekar að það eigi við Sigrúnu eins og muggur kemst á orðin dimmalegna. Hún hafi verið þæg, ljúf og góð. Já, hún er mjög mikið sjálfsaga. Þegar við vorum kannski að fara að gera eitthvað stelpunar þá átti hún ekki erfitt með að neita sér það allt bara til að fá að æfa sig. Já, ég man eftir því þegar hún var lítil
að þá þegar við vorum að keyra inn eftir þá sagði hann alltaf, má ég æpa? Og þá æpti hún alltaf öllu lífs- og sálarkröftum í bílnum. Þá var hún búin að losa sig við stressið. Það var nóg fyrir hann að æpa. Já. Og æpir hún enn? Nei, hún hætti. Hún hefur sinn stíl og er hún mjög trú. Hún er afskaplega hrein og bein bæði í persónulegu samskiptum eins og hún er í spilamennskunni. Skapstof? Ekki svo ég veit. Blanduðu þið með skóflunni? Nei, það held ég ekki. Afskaplega laus við að hnýta í aðra eða baktala aðra. Hún finnur alltaf eitthvað gott hjá öllum, finnst mér. En þegar maður er komin á þetta stig sem hún er komin á, þá spilar fólk á hljóðfæri sem kosta milljónir. Og hún hefur ekki ennþá haft ráð á því að verða sér út slíkt hljóðfæri. Og það væri náttúrulega mjög gott ef hún fengi það einhvers staðar frá. Hún ætlaði að verða séni, sko. Það var alveg hreinu. Jú, maður er alltaf voðalega stoltur að þér Sigrún. Njá, við kynntumst í Sangas. Njá! Ég veit það ekki. Ég veit nú ekki hvort að þetta gengur hjá henni svona út í löndum. En hún er allavega heimsfræg hérna á Íslandi. Hún kom stundum með ritgerði sem að Sigrún hafi samið. Og þá kom í ljós þessi skemmtilega glettni og skopski sem hún hafði. Ég kynntist móður hennar þegar ég var 6 ára gömul og steig mín fyrstu skref sem fiðluleikari. Hún var minn fyrsti kennari og kenndi mér fyrstu 2 árin áður en að Björn Ólafsson tók við. Þannig að þú ert að endurgjalda bara? Þetta er bara orðin hringrafs kannski. Margir sem að hún var svolítið skotin í, sko. Og þannig að hún raðaði mér á daga. Mánudögum skotin í Palla, þriðjudögum Sigga og hélt því bara. Hún var alveg einstaklega gott barn og ég bara vissi aldrei af henni. En hún hlýtur að hafa verið prakkar eins og mamman? Nei, ekki heldur. Þegar við hittumst þá var nú mest talað um tónlist og fiðluspil og þess aftar. Og hlustar hún á þig? Ég held ég hlusta nú miklu meira á hana. Já, hún er frek og svona svolítið sjálfsösk og svo flesti listamenn eru að því þeir verða að vera það. Þegar þeir eru konur svona langt þá verða þeir að hlusta. Hvað fannst þér um þetta? Mér fannst þetta alveg æðislegt. Já, bara æðislegt. Það er svo gaman að heyra svona gott sjálfa sig. Já, það var nefnilega dálítið skemmtilegt vegna þess að það var sem við nefnt. Þegar við höfum verið með svona viðtöl eða svona umsagnir fólk í þessum þáttum, akkur er ekki við eitthvað neikvætt og svona eitthvað, þetta er ekki svoleiðis þáttur. Nei. Það er fullt af öðrum sem er í því að við erum með eitthvað neikvæðni, við nennum því ekki, það er fullt í þeirri deild, bara jákvætt. Já. Nú, en þú var þarna góða vini, greinlega, þú nefndir þarna einhvern eiginmann. Já. Ég ætla að fá upplýsingar. Ég á einn eiginmann. Hann... Það er bara pínulítið. Það er bara lítið, pínulítið bara. Nei, það er flott sko. Við erum ofsalega góði vinir. Já. Og við vorum saman ofsalega lengi áður en við loksins skiptum okkur. Já, við erum vel yfirlöður á því. Já, einmitt. Hann er bandarískur? Hann er bandarískur frá New York. En hvað með okkur íslensku strákana? Handónundir alveg? Nei, alls ekki, alls ekki. Hvað finnst þér um íslenska karlmenn? Mér finnst þeir vera mjög bara aðlaðandi og fallegi menn. Já, það er ekkert öruggsi. Nú, 2 listamenn, þeir eru giftast, þá þarf eins og þú sagðir, þá þarf að hugsa málið vel. Já. Þið ætlið að ykkur að ná langt. Já. Þarf þá ekki að skipuleggja tímann mjög vel. Svo ég tala nú ekki um til dæmis barneignir. Jú, einmitt, en við erum svo heppið með það að ég er sko að reyna að vera einleikari, en hann, út af því að hann er bassaleikari, þá verður hann eiginlega sko aðalega í hljómsveitum og það er dálítið gott að þá verður alltaf annarkvort okkar í föstu starfi allavega. Nú, en meðan þú ert að berjast í harðri samkeppni, er þá ekki heimili bara í ferðartöskum? Jú, ég er ofsalega mikið í burtu og það er dálítið erfitt stundum, en þá er svo gaman að koma heim. Það er opaslega gaman að hitta hann. Já, sem er skemmtilegt. Og svo náttúrulega okkur langar að eignast börn einhvern tímann. Er það virkilega? Já, já. Þú sagði mér um daginn, bara mörg. Já, er það ekki? Jú, og mér langar að eignast tvíbura og allt.
og draga allt í einu. Já. En við skulum nú aðeins hvíla eigin mannin blessaðan og sko honum bara allsins besta. Hann byrður að heilsa. Hann byrður að heilsa eftir Inga T. Hápunkturinn á þínu ferli til þessa, er það árangurinn í Síbelíusarkeppninni? Já, ég myndi segja það. Nú veit ég að það er hörð samkeppni meðal fiðluleikara í fremstu röð. Já. Þú hvíslar eins og að mér að þú ætlar að verða fræg. Já, sko, út af því að það fyrir fiðluleikara að vera frægur þýðir það að nafni þitt er þekkt og fólk vill hlusta á því spila. Það er það sem að ég vona gerist. Sko. Það er ýmislegt sem fylgir velgengni og mótlæti. Hvernig telur þið í stakk búin fyrir slíkt? Ég held að loksins núna þá held ég sé tilbúin algjörlega fyrir þetta. Ég var dálítið svona maður út af því að þetta er rosalega erfitt svona. Og ég held að loksins ég er búin að aga sjálfa mig sko innanbrjóst þannig að nú er ég bara til í þetta hvað sem sko gerist. Nú en ef við lítum til dæmis á hljóðfærið þitt sem þú ert með, ég las einhvers staðar að Isaac Perlman, til dæmis fiðluleikari, að fiðlan hans kostar 48 milljónir. Já. Hvað kostar þín? Sko mín fiðla, ég er búin að eiga hana áslega lengi og hún var metin fyrir 8 árum á eitthvað 100.000 krónur. Er þetta ekki vonlaust með svona fiðlu að fara í fremstu röð? Jú, það er eiginlega alveg vonlaust og út af því að það er alveg ótrúlegt þegar þú ert náttúrulega í keppni og fólk á undan þér er að spila okkur æðislega hljóðfæri, þá heyrist það og það gerir það miklu erfiðara fyrir þig. Hvernig sérðu þína nánustu framtíð? Á flakki? Já, eða sko ég held það. Ég kem ofsalega mikið hérna heim, sérstaklega á þessu ári og það leggst vel í mig. Já. En stundum til dæmis þegar ég fer einhvert og ég hef aldrei komið áður og það er dálítið erfitt. Ég verð bara það kemur í ljós hvort þetta á við mig að vera á flakki. Ég er nú talsmaður jafnréttis, það er bara ég vil í stefna. En hvað það? Viðkvæm spurning kannski væri auðveldara fyrir þig að ná árangri eða að segja með þína hæfileika ef þú væri karlmaður? Sko, ég held að það komi þessu ekkert við. Nei. Nema það náttúrulega þegar við tölum barneignir. Það er auðveldara fyrir karlmenn að eignast börn og halda áfram sinn frama heldur konur. En ég er að staðráðin í því að verða ein af þeim kvenhetjum, ég þekki svo margar konur sem að þetta er bara ekkert mál fyrir þær. Og svo er líka hægt að planleggja þetta þannig að ef maður er með umbúsmenn að þá bara nokkur ár fram í tíman, já þarna eignastu barn og svo heldur áfram. Það er sko alveg frábært að fylgjast með þér vegna þess að þú ert svona, sko það er svo mikið grín og léttleiki að þú sjálf tilveruna svo í björtuljósum og litum og svo ertu grafalvarleg þess á milli. Já. En líka það fer svo eftir fólki í kringum hann. Ef að fólki í kringum hann er skemmtilegt þá bara lífum hann maður. Er það ekki að, og þá fer að tala? Já. Og talar mikið? Já, ég tala og talar. Sérstaklega þegar ég er með vinum mínum. Alveg bara. Ertu þá, eins og ég var einu sinni, held ég voru eins og ég hættur því, þá var ég rembast við að hafa skoðanir á öllum hlutum. Já, ég er svo leiðist líka. Er það? Já, og þú veist, og mér finnst eins og ég hafa alveg vita á svo. Já, það ekki? Jú. En fann áttaði á því að það er kannski ekki alveg rétt hjá okkur. Já. Ef ekki hætta því. Hvaða áhugamál hefur fyrir utan þessa gullfallegu fiðlu? Já, það er nú svo, ég les mikið, mér finnst gaman að lesa og fara á bíó og svona, en mér langar út af því að límaður minn, hann er svo góður skíðamaður. Já. Mér langar að læra almennilega skíði einhvern tíma. Það er skemmtilegt. Það er bara í tíma að læra skíði. Þegar þið eru komin upp í sófann í Bandaríkjunum og slappið af, hvernig tónlist hlustuð á? Sko, nefnilega, hann er með alveg æðislegan tónlistasmekk. Hann hlustar bara á gömlu Rolling Stones og Beatlana. Finnst þér það ekki bara gott? Það er æðislega gott. Þú ert búin að vera að leika fyrir okkur Íslendinga á undanförnu og vakið mikla hrifningu og það er klassík. En til þess að gefa þér nú frí frá klassíkinni í kvöld, þá baði ég hann Villa að plata þig til að leika eitthvað annað. Já. Og þú ert meir en til í það. Já, hún tókst mjög vel að plata mig til og ég hlakka svo til. Já, og hvað er þetta sem þú ætlar að spila fyrir okkur? Þetta er lag eftir Görsvin sem heitir Lady Be Good og fiðluleikarinn flotti jazzfiðluleikarinn Stefán Graffelli hefur spilað þetta mikið. Og nú ætlar að renna þér í hans spor. Já. Við stöndum öll á baku við Sigrún, ég óska þér góðs gengis í framtíðinni, þú nærri langt. Takk að þið kærlega.
Já, Sigrún Eðvarðsdóttir og það leyndi sér ekki hrifning áhorfenda hér sem ég átti nú greinilega eftir að segja frá en það er starfsfólk SVFR sem að heldur einmitt á morgun upp á 60 ára afmæli. Þetta er hresst starfsfólk og þegar þið átt að sjá eins og þið sáu bara strákana í hljómsveitinni þeir hafa aldrei brosað svona fyrr né síðan og Villi og Jónas Þórir að þeim er svo gaman að spila með Sigrúnu og þeir eru með strætisvagn og húfur einmitt í tilefni af þessu afmæli SVFR sem við ætlum að koma að síðar.